Hvað gerir hann svo? Það vantar að stóð þarna Jónas sér við honum. Já, vel gert, hann var aðleinn hann og geta að vinna yngasti bara þarna, færa liðið hans over. Kristinn heldur hér áfram og með skotiðin, þetta er nú Já. auðvelt fyrir Harald. Já, ágætist Það til. var vel staðsettur. Og svo sem enginn inn í hann að gefa á. Það var ekki galið. Og 10 mínútur hér eftir að fyrra leik. Og þetta er aukaspyrna eða hvað? Nei. Staðan 0-0. Já. En 2-1 í rauðum spjöldum fyrir Val. Já. Hlynur. Jón Gunnar. Já. Bolti. Leysur þessu. Já. Tökum við því að Arnar Sveinn Geirsson er ekki í leikmannahópi Vals í kvöld. Nei, hann er hér einn í stúkunni. Já. Hann er vinsælt hér á þessu föstudagskvöldi. Það var Almar. Hvað ætlar hann að gera hér? Með utanumhlaup frá Jóni Ára. Við vorum að koma með boltan inn á tegin en fyrirgefinn frekar slök. Já, auðvelt að ráða við hana. Valsmenn lenda hér í vandræðum aftur og Almar en stífur að boltan hann. Andri Fannar hefur betur. Kristján og Jón Orri framarar að sækja hér. Krafti, Kristinn. Setti fyrir fyrir og Guðmundur Magnússon. Það var ágætis sókn. Já, fín sókn hjá fram og vantaði bara smá kraft í skoti á Guðmundi. Já. Haukur Páll fylgdi honum eftir þarna. Það er erfitt fyrir Valsmenn hér einu færi. Þessi er of langur. Framarar hér að taka völdin. Já, enda 10 gegn 9. Já, Kristján. Kristján Hauksson og hann er farin að stjórna spilinu hérna. Jú, það var djúpum miðjumaður. Já, það fær hann bara aftur. Já. Villur í boltanum. Jón Gunnar. Arnar. Arnar á Guðmund. Hlynur. Valsmenn hér þéttir. Já. Það var maður að gera því rétta. Þeir verða bara að vera þolinmóðir. Já. Hlynur Atli. Yfir á Jón Orra. Sendir hann á Almar. Hvað gerir Almar hér? Og vinnur hornspyrnu. Já, hornspyrna. Já. Spurning hvort við fáum fyrsta marki hér. 38 mínútur liðnar og staðan ennþá 0-0. Já, Arnar. Og Bírsjundur að koma með þennan inn á tegin. Arnar. En Haukur Páll hamrar þetta í burtu. Og Daði. Þessi kemur líklega aftur inn á tegin. Nei. Skelvileg spyrna hjá Daða. En vinnur hann aftur. Arnar. Það er ekki Andri Fannar sem verið í honum þarna, já. En Arnar, þeir ná ekki boltan af honum svo auðvitað. Og þessi sending eins og er mjög léleg hjá Guðmundi en Almar reddar þessu Valsmenn hér aftarlega á vellinum. Það var að sækja fram. Já, Hlynur Atli. Já. Mattías. Og hann tekur hér á rás en Kristján stöðvar hann. Kristján, hann er nú horfið bara hérna í svona 20 mínútur eða svo. Við vorum að fá það fréttir að hljóðið það var að koma inn. Þannig að þeir sem eru búin að horfa á leikinn að það eru komið 3 rauð spjöld í leikinn. Já. Við erum bara búin að tala sjálf okkur. Já. Það er ágætt. Mér finnst þetta mjög gaman sko. Þetta er dettur í þetta oft. Já, það er... Biðjumst afsökunar þessu en
Valsmenn er búin að missa 2 leikmenn út af, það er Guðjón Pétur Lýðsson og Rúnar Sigurjónsson. já, Rúnar Sigurjónsson sem kom inn á fyrir Atla Svein Þórarinsson og rekinn út af eftir 20 til 30 sekúndur. Já. Þetta er mjög athyglisvert. Þetta Og var ansi Halldór frábært. Hermann Jónsson var rekinn út af hjá, þetta er rangstæða, en Halldór Hermann var rekinn út af hjá Fram. Og fyrir ykkur sem er að horfa þá rennum við kannski við byrjunarliðin bara aftur í byrjun seinni hálfleiks. Já, og þetta var sem sagt þannig að Það er liðin sem eru inn á. Halldór Hermann og Guðjón Pétur voru báðir reknir út af samtímis eftir einhvern atgang þarna sem við sáum ekki alveg hvað gerðist. En kannski sjá og örugglega einhverju betur en við. Já, hann áfram með leikinn. Og svo var það Rúnar sem var rekinn út af Biðjumst afsökunar á stuttu þessu. seinna. Og framara hér Kristinn. Er- Hotspinna hlýtur að Já, vera. Þetta er hotspinna. Það eru 5 mínútur hér eftir að fyrri hálfleik. Og framarar Rúnar er að knýja fram fyrsta mark leiksins. Og sjáum hvort þeim takist það hér. Já, Kristján og þetta er hættulegt. Og fjæru! Og það Beint var Harald. Guðmundur Magnússon sinna þarna skallanum. Já, Haraldur sá við þessu. Haraldur kastar á manni í pressu. Já, Það er ekkert við boltan að gera þarna, Stefán. vandraði þarna á Vals. Já, svolítið athyglisvert kast hjá Haraldi. Það sem að báðir miðverðinni voru bara lausir. Framar er búinn að vera hér mikið sterkari undanfarnar mínútur. Og minnum að það enn og aftur. Þeir eru einum fleiri 10 gegn 9. Já. Hörku bara út í þessu. Jónas. Þetta er Jónas Þór Næs. Færi einhver knái. Hér er hann á miklum spretti. En já, vinnur einhverstið. Það eru 2 færingar í liði Vals í dag. Jónas Þór Næs og Kristján Móritsen. Já. Og hér er hann einmitt. Jónas búinn að vera mjög sprækur. Já, og missir í boltarindar og Guðmundur Magnússon. Vel gert hjá Guðmundi. Nú hefur Arnar og þeir hafa mikið pláss hérna. Við erum að sjá hvað Arnar ætlar að gera. Jón Orri á sprettinum. Almar. Já, Jón Gunnar. Gunnar og Daði hérna vinstra megin. Byrja nú í hægri Já, komið vinstra megin núna. þetta er nýtt triks. Alveg glænýtt. Skipta á bakvörðin. Já, þetta er riðlar leik Valsmann á mínum mandi. Já, þeir eru nú eiginlega að spila bara hérna sem kantmenn. Svo mikið eru framar að sækja hér að Arnar og Kristín í Já, gil! þetta er framhjá. Já, hérna. Þetta væri svona Já, það leit stundasökið einhvern veginn þannig út að var á leiðin inn. Kristján Haugsson var kominn hérna. Já, En hér er skipting á framurum við nú við. og það er einhver meiðsli í gangi, greinilega. Þetta er Andri Júlíusson sem er að koma inn á. Já, nýr leikmaður hjá Fram. Andri Júlíusson og það er Guðmundur Magnússon sem er að fara út af. Og hann hefur kannski orðið fyrir einhverju neski hérna áðan þegar að hérna Rúnar braut á honum og var ekki út af. Já, Það er Andri Júl. Guðmundur út af og Andri Júlíusson inn á. Já. Og ef það komst ekki til skila áðan að þá var Atli Sveinn, hann fekk eitthvað aftan í læri og var tekinn út af. Bara svona fyrir Valsmenn sem að er að velta því fyrir sér. Já, Haukur Páll hann er komin í miðvörðin með Halldóri. Og það er nóg að gera á þeim því framarar hafa verið að sækja hér. Já, Fram að reyna að nýta breytina núna vel af því að Valsmenn loka hjartanu. Við með tegi á eins og á að gera hefur maður lið eru fleira. einum fleira. Og Stefán fer hérna fram úr Jóni Orra en Jón Orri er ekki búinn að gefast upp. Og Stefán fær hann eða aftur og nú kemur hann með hann fyrir, það er á hreinu. Og Mattías Viljáms, nei Guðmundsson að sjálfsögðu. Hann reynir að tá hann hérna, en í varnamann. Já, þetta má ekki alveg. Andri tapar hann klaufalega. Já, klaufulegt Andri. Hans Andri Fannar. Og hann ætlar að fara sjálfur bara. Bara í gegn og Sigurhjörtur dæmir aukaspyrnu. Það var ekkert að þetta Nei. var alveg á hreinu. Já, Sigurhjörtur með athyglisverða dómgæslu Já, já, segjum ekki meira. Sigurhjörtur Snorrason. Dæmi bara hver fyrir sig.
En þetta kunnuleg staða, en engin Guðjón Pétur. Nei, hann búið að reka hann út af. Já. Það Kristján sem ætlar að spila. Kristján, er þetta einhver aukaspyrnu hérna séni? Hann örfættur. Já, spurning hvort það dugi. Já. Kristján Moritsen. Já, það duga stundum. Sjáum hvað hann gerir hérna. Það er engin vá því, hann ætlar að spilna hér. Og fín spilna! Mundur vel. Þetta var bara allt í lagi. Já. Það var ekkert af þessu. Verulega vel varið. Það bara, það dugaði bara næstu því að vera Já, fættur. þetta var flott spilna hjá Kristján. Munaði minnst færi inn. Færingurinn. Já, minnir á sig hérna. Fættur árið 1988. Jú. Og næsarinn, hann er 86. Já. Næs spilari. Verulega næs strákur. Það er alveg hreinu. Hér er Almar. Já. En nú koma framarar aftur. Almar og Vilhelm ekki besti varnarmaður og Almar lappa fram hjá honum og fyrir Arnar og hvað endar þetta? Já, Haraldi. Já. Fín sókn hjá fram og þeir eru að gera þetta ágætlega þessa stundina að nota breytina. Ná góðum tökum á leiknum og valsmenn og hér. Þegar það svæðið. Þarna hoppaði Kristinn Ingi fyrir Harald og gult spjald. Þetta bara hárrétt. Já, hann á ekkert að vera þvælast þarna fyrir. Hann bara koma sér í burtu. Það er alveg saman hvort hann á að koma við hann eða ekki. Hann á ekkert að vera að hoppa fyrir markmann. Nei. Þetta var hárrétt hjá Sigur Hirti. Jú, og Jón Vilhelm og hún fer að styttast í hálfleikinn hjá okkur og hendi á Hlínu Atla. Valsmenn fá hér sennilega eitt tækifæri til að gera eitthvað. Já, það ekkert rosalega margir inn í bóksinu. Já, Dóri er að skottast inn á teg. Hann splæsir eitt upplöp. Já, spurning hvort að ná að finna hann hérna Jón Vilhelm og það er enginn í vegg heldur á fram. Það er 3 gegn 5 hérna. Já, nei, þetta er hátt. Siglir út af og Sigurhjörtur. Jú, hann fer að flauta þetta af. Það hlýtur að vera. Það þarf að komast að klefa anda aðeins. Það er búið mikið að gera hjá honum. Kallinum. Já, hann fyrir við í kaffi. 3 rauð spjöld á loft en ekkert mark. Þau koma þá bara í seinni hálfleik. Mörkin. Já. Hlynur. Hér flautar Sigurhjörtur Snorrason til leikhlés. Já, staðan er 0-0. Þetta er mikinn baráttuleik og já, er eitthvað meira þetta bæta? 3 rauð. Nei, ég held að ég er búinn að segja það alveg. Já. Þið ættu að vera búin að ná því. Og við duttum hérna inn seint, vantaði hljóðið. Já, við dettum í kaffi. Komið í lag og við förum í auglýsingar. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ískápar. Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1.
Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. It's a nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinir Unknown. I was in a coma. Martin Harris doesn't exist. It's not safe for you. Why didn't you run? Liam Neeson mættur í mynd sem gagnrýnendur hafa sagt að sé frábær blanda af Bourne-myndunum og Taken. Ekki missa þessari frábæru spennumynd með naglanum Liam Neeson í aðalhlutverki. Unknown. Frumsýnd 18. mars. Tryggðu þér miða á sambio.is. Stundum bjart, lífið hvað smæl, sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo stöð dæmi það, augnabliki breytir stundastað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. En einn meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Jú, komið sæl. Eða sælir áhörundi góðir. Herðu, það er skiptingar hjá Frömmurum. 2. Já. Og það er Arnar Gunnlaugsson og Jón Orri Ólafsson sem er að fara á velli. Í þeirra stað er Tómas Leifsson, nr. 24 og nr. 19 Orri Gunnarsson. Þeir eru að koma inn á. Kannski við rennum yfir liðið. Já. Og hérna í marki framstendur Ögmundur Kristinsson. Og svo er nr. 19 Orri Gunnarsson, 4 Kristján Hauksson, 14 Hlynur Atli Magnússon, 7 Daði Guðmundsson, 8 Jón Gunnar Eysteinsson, 24 Tómas Leifsson, 16 Andri Júlíusson, 11 Almar Ormarsson, nr. 5 Kristinn Ingi Halldórsson. Og lið Vals. Það sýnist nú ekki vera neina breytingar af því. Ekki Þeir eru bara 9. Já, ekki eins og er. Já. Skal rennum við það. Haraldur Björnsson í markinu og nr. 3 Jónas Þór Næs, 4 Halldór Kristinn Halldórsson og svo var Atli Sveinn Þórarinsson sem byrjaði og hann er farin út af og inn á kom Rúnar Már Sigurjónsson og hann var rekinn út af. En svo höldum við áfram Stefán er í vinstri bakvarðsstöðunni. Stefán Jón Eggertsson. Jú. Haukur Páll Sigursson, hann er komin yfir miðvörinn. Og Jón Vilhelm Ákason, Mattías Guðmundsson, Kristján Moritsen og Andri Fannar Stefánsson. Já. Þá er það afgreitt. Spurning hvað Þorvaldur gerir. Hvort hann ætli bara að fara í 3 manna vörn. Eða hvort að Orri komi hérna inn í bakvörðin fyrir Jón Orra. Já, þetta kemur allt saman ljós og þá eru dómararnir mættir. Verið í sviðsljósinni hér í fyrri hálfleik. 3 rauð spjöld var á loft. Guðjón Pétur Lýðsson og Halldór Hermann Jónsson voru reknir út af á sama tíma hér. Og síðan stuttu seinna Rúnar Már Sigurjónsson. Jú. Það var nýkominn inn á sem varamaður. Þá er allt klárt. Orri Gunnars er að koma inn á miðjuna. Og Almar bara í bakvörðin. Já, hann er svona bakvörður kantmaður. Já. Það ætla að greina að nýta brettina og hafa Almar hann úti. Já. Það er þá líklega mjög sóknarsinnaður bakvörður. Já. Hann er að spila framar á vellinum. Hér er hann með boltan. Tómas kominn hann líklega hér á kantinn. Leifsson. Það var bara í fremstu vílinu. Hér er það Kristján Moritsen. Og Valsmenn með óbreytt lið. Já, frá því liðið sem endaði fyrri hálfleik. Já. Það eru þá þessir 9 sem að luku leikja á þeim. Almar kemur boltan út af. Já. Skítur niður hér börurnar. Halldór Kristinn. Haukur. Jónas Tór. Já, hvað ætlar hann að gera hér? Finn reynir að, nei, gengur ekki upp. Það vinnur boltan aftur. Vel gert hjá Jónasi. Þeir eru 3 gegn 3 hérna. Já, hér getur allt gert. Hvað gerir Jónas? Og hann með fyrirgjöfina, hún var svolítið há. Þetta var allt of fast líka. Átti Jónas ekki bara að skjóta á markið? Jú. Hann kom inn í fínt færi. Hann hafði möguleikan á því að skjóta markið eða leggja hann. Já, bara. Hann átti aldrei að lyfta honum. Leggja hann þarna fyrir Mattías en hann var að reyna eitthvað allt annað. Það gekk engan veginn. En góð sprettur hjá hann samt. Vann boltan þarna aftur. Og kom sér í góða stöðu. Baráttu glaður leikmaður, Jónas. En Kristinn Ingi. Hann er eldsnöggur, við veitum það. Á móti Stefáni Jóhanni og Stefán ræður þetta. Gerir vel. Mér er Stefán búinn að eiga fína leiki liðið Vals. Já. Hann var duglegur að koma í völlinn og kannski vanta að fín pússa fyrirgefnir en hann er búinn að berjast fyrir sínu. Orri og Kristján Hauks. Jón Gunnar lætur boltan fara. Daði.
Svona fámennt en góðmennt inn á vellinu. Já, Arnar Gunnlaugsson fór út af hálfleik. Búinn að vera flottur í liði fram. Það er búinn að vera mikið í boltan. Já. Henni fyrir hálfleik. En Almar. Kristinn hérna með honum en Almar fyrir sjálfur. Það er hann að koma þessu fyrir og Haukur Páll vinnur skallan. Daði, hvað ætlar hann að gera? Inn á teginn og Halldór Kristinn. Hlynur Framar að halda áfram að sækja. Þetta gerði í lok fyrirháleiks. Hér er að rólega bara og brjóta þetta hægt og rólega. Það er nú gaman að fá markið inn að leikja. Já, hann þarf á því að halda. Alveg sama hvorum megin. Já. Athyglisvert væri að Valur myndi skora. Hvað Framar myndi gera. Bara að halda áfram að sækja örugglega. Já, en spurning hvort þið myndi ekki byrja að sækja þess að meiri krafti. Hér er Tómas Leifsson. Kemur bolta fyrir og Halldór Kristinn kemur hann í horn. Já. Framar þurfa að gera þetta aðeins hraðar á mínum að. Já, svolítið hægt. Já. Mætti halda stundum að það væri að svæfa Valsarn. Hér er Sigurhjörtur eitthvað. Það fundur. Hvað? Það var nú ekki. Ætlaði að þarf hann að taka þetta aftur. Og Halldór spilnaði ekki nógu góð. Nei, Mattías, hann brotið á honum hér og hér þar spjöld á loft og hver er það sem fær það? Orri Gunnars. Orri Gunnarsson. Já. Stimplað sín með spjaldi, varamennir hér. Þetta nú soldið hart spjald. Já. Mér finnst það. Þetta er bara lítið. Það þarf ekki mikið til að fá spjaldir í dag. Nei, hann var nú samt að stöðva þarna upp hlaupin. Gett ákjósandi upp, hann 1-6. Jæja, ok. Það er ekki mitt að dæmi um þetta. Nei. Sigurhjörtur. Þetta er allt á hreinu. Já, ok. Já, hann er með það. Já, hann mátti alveg spjalda þetta. Búinn að gefa 3 rauð sem við komið hér og margóft að. Og Valsmenn Mattías. Það er bara spurning hver er næstur bara þessu áframhaldi. Já, það geta alveg fókið hér fleiri út af. Nóg eftir að þessum leik, Mattías Guðmundsson. Gunnar Eysteinsson. Mattías er duglegur. Já. Vantar aðstoð þarna Mattías. Það er bara enginn með hann. Nei. Valsmenn verður þetta að vera varkárir en þeir með að samt alveg koma með honum hérna. Gerir þetta ekki einn. Mættu splæsi einn félagi viðbót. Og þetta er... Nei. Andri Júlíusson, þetta var ágætist tilraun. Haraldur var þarna bara... Já, allt til að reyna þetta. Já. Haraldur kominn svona á stað í, á móti sendingunni, stungusendingunni. Já. Sem Valsvörðin stoppaði og fór beint á Andra Júl og þetta var ekkert svo galið, allavega. Já, nei, hann reyndi en framhjá Þórða. Og Jón. Það er vel gert í honum. Valsmenn lítill brottur í sóknarleik Valsmanna þessa stundina. Almar og Valsmenn vinna þó hér aftur. Stefán. Já, vel gert í honum en sendingin hættu nú við. Daði. Og Kristinn, hann er fljótur og stingur hér Hauk Pál af. Eða hvað, jú. Hvað gerir hann núna? Kristinn Ingi. Bara skjóta og hvað gerist þetta? Nei, langt framhjá. Kristinn á að gera þetta sjálfur þarna. Var þetta ekki sending? Spurning hvort hann var að reyna viðbúin við að senda fyrir. Líklega var þetta ekki sending eða hvað. En ef þetta var að reyna að vippa yfir þá var þetta alveg afleitt ágæst. Sennilega ekki, en þetta var langt framhjá. Þannig að klára þetta bara innan. Já. Drengurinn. Bara þannig. Gerði allt vel. Frábær sprettur. Það var búinn að losa sig Haukarna en vantaði að klára þetta. Hann fekk gott færi Kristinn í fyrri hálfleik líka en þá varði Haraldur frá honum. Alveg rétt. Og þá er það Kristján og fær aukaspyrnu. Vítur við. Sigurhjörtur spjallari Almar. Spurningum að splæsa bara inn í spjaldi á hann. Nei. Þorvaldur, ég veit ekki hvað hann ætlar að segja núna. Tómas Leifsson.
Tómas. Og hann hér býtum það fyrir engin í hann eða eitthvað. Tómas. Þetta Ásta. Þetta hárrétt. Klaufalegt af Kristni. Hann átti að vera löngu búinn að ákveða að taka eitthvað hlaup. Hann gerði ekki neitt. Hugði ekki að sér hana. Nei. Og klaufalegt hjá honum. Við geta boðið upp á fínt hlaup hana. Og no pláss. Allir að leiðin í Tómas. Þetta fannst mér klaufalegt. Já. Það er líf og fjör í þessu núna. Haraldur með slakaspinnu, Andri Júlíusson tekur við honum. Haukur á andra fannar. Og spurning hvort að Valsmenn þurfi ekki að gera einhverja breytingar á sínu liði. Svona, það er erfitt að vera einum færri og leikmenn verða þreytir. Jú, það verða þreytir á elda. Já. Og hann er svo sem er fína menn á bekknum. Já, hann getur splæst í Hödda Sveins og Guðmund Steinn Hafsteinsson og fleiri. Sigurbjörn Hreiðarsson. Þórir Guðjónsson. Hann verður að spila svolítið líka. Fiti Morína og fleiri. Það er ekki margir fleiri. Nei, það er Ásgeir, varamarkmaður. Nú ætla að setja hann inn á. Nei, ég hugsa ekki í dag. En það var það Framarar á ný. Jón Gunnar Eysteinsson. Á Daða. Orri Gunnarsson. Þetta var aldrei líklegt. Nei. Framarar hafa líka nokkra ása á bekknum. Ívar Björnsson og Hjálmar Þórarsson. Einhverju sem nefndir. Jú. Það getur heldur betur hent þeim inn á. Já, þeir eru sóknarmenn og það kæmi mér nú ekki óvart ef að annarkvort þeirra myndi koma inn á fyrir Kristinn Inga fljótlega. Það er engin eiginlegur sendir inn á hjá framherjum. Það eru Kristinn og Tómas væng framherjar eins og má segja. Já, Þorvaldur veðjar á hraðanina. Já. Og báðir öskufljótir. Ég er að Matthías heldur nú í Kristján, þetta er rétt. Og Jón Gunnar. Þið er ekkert að kvarta við þessu. Nei. Ég má sért bara allir að fá spjald. Já, Daði. Þetta er hárrétt. Já. 55 mínútur liðnar hér. Valsmenn. Og Framarar hér að eigast við. Já. Og enn ekki komið mark. Valsmenn reyna hér að sækja en þetta leysa Framarar auðvitað. Já, en það er no pláss. Almar nú finnur hann hér Kristinn og hann tilbaka og Jón. Flottur bolti á Jóni Gunnari hérna á Almar. Og Almar fer fram hjá Halldóri en ekki fram hjá Stefáni. Mér finnst Framararnir líka með mjög fáa frammi. Já. Þrátt fyrir að vera einu fleiri. Þetta er svona einhæfar sóknir í báðar áttir. Já. Þess að mark hérna myndi opna allar flóðgáttir. Það er ekki ólíklegt. Og Andri á að losa boltann. Fín tækling hjá Halldóri. Andri Júlíusson kom frá Skagamönnum. Kristján er greinilega á fítbolti á Almar og nú er Kristinn með honum hérna. Hverju sendir hann ekki á hann? Þetta er erfiða leiðin. Þetta er allt lokað. Lokar yfir, skiptir yfir með nei. Kristinn var í ágæti stöðu til að fá hann. Daði kemur líklega með, nei. Hlynur Atli kemur með hann á Kristinn Inga. Já. Hann með boltan fyrir og þar er enginn nema Tómas Leifsson og þarna væri Ívar Björnsson sterkur. Já, klárlega. Og hann hlýtur að hann Hjálmar að detti inn hérna fljótlega. Já, ég hugsa nú að Ívar væri maðurinn sem að frammeru vantar af því þeir eru að nýta vængina og Ívar er eitraður í bóksinn með sköllum. Ára Kristinn en halda þær áfram en Haukur Páll gerir feikið vel og hann hættir ekkert hér. Stríðsmaður Haukur. Skila sér hér í sína stöðu. Miðvörður þessa stundina, Valsmenn hér. Já, allir að spila sem varnarmenn.
Þetta er eðlilegt. Og Tómas Leifsson, léleg snerting. Já, lélegt touch þarna hjá Tóma. Stefán lendir í vandræðum. Kristján Hauksson hér komin í pressu. Miðvörðurinn. Þá er það Tómas með Halldóri mættur. Svo það er engin fram í Valsmönnum. Hlynur. Daði. Framarðin. Sjáðu plásið sem Almar er með hérna. Já, það er mitt. Geti farið miklu ofar. Býður bara hérna og það er einn inn í teiknum með framvörum, það er bara ekki nóg. Jónas með langa bolta, Mattias er fljótur. Kristján gerir vel. Já, vel stæstur. Já. Það var langt í næsta Valsmann. Þarna mátti ekki miklu muna. Nei. Almar og nú kemur hann og hvað ætlar hann að fara langt? Já, Tómas, og hér er möguleiki fyrir framvara. Orri og Jón Gunnar. Orri setja hann Almar. Almar kemur líklega með boltinn á teig. Og þarna dettur Tómas Leifsson í öngsun og það er nú ekkert verið að þessu. Nei, ég veit ekki hvað hann er að væli við þessu. Framhalda framvarar. Mikið mun meira með boltan hér í síðari hálfleik. Jú, þetta er eðlilegt. Jón Gunnar, Almar. Þetta býtur nú við eini. Þetta þýðir lítið ætlaði að segja. Já, þetta var þetta skot? Nei, ég hugsa nú ekki. Nei. Þannig að ég reyndi að setja hann herra. Almar getur skotið mun betur en þetta. Nú séu það. Kemur nú ekki óvart ef Höddi Sveins myndi fara að detta hérna inn fyrir annarkort Kristján eða Mattias Guðmundsson. Sita nú rólegir hérna. Já, hann kemur nú ekki óvart á svona hvað og hverju. Varamennirnir. Þannig að fríska aðeins upp á þetta. Haukur fylgir vel átti. Fylgur kraftur. Já, hann myndi sig eitthvað aðeins þarna. En svolítið skrítið enginn að hitta hérna á varamennunum. Nei. Kannski báðir þjálfarnir bara sáttið við stöðuna. Já. Ég hugsa ekki. Hvernig er efast í um það? Valsmenn kannski sáttari. Já, örugglega. Og hér eru Valsmenn með boltan og það var Halldór. Og Haukur. Og svo hvort þeir ná einhverju í sókn hérna. Nei. Andri Fannar. Tilbaka líklega. Þetta með framarar. Kemur í pressuna. Hér kemur pressan. Valsmenn enn með hann. Andri. Það hangir svolítið á boltanum Andri. Það er kannski ekki margir þarna í kringum hann til að gefa á. Það var Kristján. Jónas. Já. Þetta er lesið. Jónas. Valsmenn hér með smákabla. Jón Vilhelm. Jónas. Kristján. Já. Leitar að, já, Mattiasi. Finnur hann. Andri Fannar. Já. Það komið boltað fyrir. Það er aldrei líklegt. Já, þeir reyna. En þeir voru þó með smá hérna spilkabla. Valsmenn og þá er það Tómas Leifsson. Hvað ætlar hann að gera? Fer inn á völlinn. Og það gengur ekki upp. Stefán Jóhann búinn að vera öflugur hér í leiknum og skynsamur setur hann á Harald. Nú eftir að þessu leik hálftími. Valsmenn jú aðeins hann á að halda boltanum hér og það er góð sviti fyrir þá. Jónas og reyða þetta. Daði Guðmunds mættir hérna. Jónas og Kristján færi engarnir líka þarna saman. Andri Fannar.
Bara að sjá við þessu. Já. Framar þurfa aðeins að ná keyra upp hraðan hérna. Jón Gunnar. Sendur hann áfram, Daði. Kristinn lendir í vandræðum með Sipoltan. Haukur Páll tekir það blöður hérna. Vörninni, Tómas. Daði gerir þetta ágætlega, nú vantar hann stóð Finnur Tómas. Jæja, og frábær tækling. Já, vel gert. Halldóri. Það var aldrei aukarspenna. Nei. Mattías. Stefán kemur hér. Fær boltan. Og Kristján gerir þetta vel og já. Valsmenn hér, Jón Vilhelm, en Hlynur. Já, vel gert að Hlyn. Já, stöðu þetta. Það er að Valsmenn voru að komast þarna í álitlega stöðu. Daði. Gunnar yfir Almar. Það eru tveir hann inn í tegnum. Almar. Haraldur. Auðvelt fyrir Harald. Ekkert að hafa fyrir þessu. Nei, þetta er afskaplega mikil rólegheit hérna í gangi. Já. Hægt og fyrirsjáanlegt. Já, bara... Þetta... Boltinn fer ekki áfram. Ég skil ekki af hverju Framar að keyra ekki upp hraðan. Nei. Þeir hafa allt svæði í heiminum hérna. Og eiga að nýta þetta betur á mínum mati. Og bara einfalt. Hér eru þeir félagar Hjálmar og Ívar loksins að fara hitta og lítur að fara að skella þeim inn á. Því fyrir því betra. Allavega öðrum þeirra og það var Jón Vilhelm. Kom eitthvað henni. Daði og Hlynur. Og Framar að byggja upp sókn í rólegheitum líklega. Almar, hann hefur nægt pláss hérna. Við vorum að keyra á þetta. Andri Júlíusson, Tómas. Ég veit ekki hvað hann var að gera þarna. Valsmenn hafa hann þá, Kristján. Já, þetta var óflókið hjá honum. Andri vinnur boltan. Já, og nú var hann að senda á Tómas. En gerir það ekki. Halldór búinn að vera feikilega öflugur hérna. Betri mönnum Valsmanna, hann og Stefán. Jóhann. Já, mjög góð tæklingarna í Halldóri. Andri náttúrulega að senda hann. Vörnin hafa bara búin að vera traust. Haukur líka búin að vera feikilega öflugur. Einmitt. Þeir hafa lokað svo gætlega. Þetta er nú lítið. Þetta var ekki neitt. En Gunnar dæmdi brotlegur. Dæmt. Og þá er skipting. Já, það er tvöföld skipting á Völsurum. Það er Hörður Sveinsson. Já. Og Sigurbjörn Hreiðarsson. Mikið rétt og þá var það hverjir? Það er Jón Vilhelm Ákason sem er fyrir út af. Já. Og Mattías Guðmundsson. Já. Það var Hörður að koma þarna, Mattías búinn að hlaupa mikið. Og við erum að gera að fá fríska fætur þarna fram. Sigurbjörn Hreiðarsson. Spurning hvað hann kemur á vel. Hvað stöðu hann kemur. Já. Jón Vilhelm skokkar að velli. Sigurbjörn Kennedy komið inn á miðjuna eða líklega bara, hann kemur bara með miðjuna. Hann er ekkert að fara að breyta vörninni meira. Nei, enginn ástæða til þess. Þéttir hérna bara. Þéttir miði í pakkan og Hörður kemur hérna einn í framlínuna. Já, Mattías búinn að hlaupa feikilega mikið og Jón Vilhelm lendar líka. Já. Það er mikið svæði sem þeir eru búin að þurfa að kofera. Sigurbjörn kominn hérna. Alltaf mikið. Aftast á miðjuna. Spurning hvort að Hörður geti... Strýtið með eitthvað. Já, hann er fljótur. En hann þarf að vera duglegur. Það var alveg ljóst. Já, hann ætti allavega ekki að vera þreyttur. Nei. Það er honum til góðs hér og rángstað á hann. Já, ég held að þetta hafi verið rétt. Já, og þá er það... Ég treysti Óla Níla félaga mínum fyrir þessu. Jú. Það er flaggið þarna. Lítið að gera í honum í síðari hálfleik. Jú. Bara áhorfandi.
Það var það Tómas Leifsson, okkur skiptir hann ekki hérna yfir. Já, okkur kemur Almar ekki ofar á völl. Já. Sjáðu svæði. Hvað ætlar Almar að gera núna? Kemur á þetta. Kristinn Ingi. Tómas. Og þetta er mark. Andri Júlíusson. Frábær markvarsla þarna hjá Haraldi samt sem áður. Frábær markvarsla. Hann dugði bara ekki til. Nei. Andri áttaði sig á þessu fljótt og kláraði færið. Já. Jæja, það hlaut að koma að því að við fengum mark. Já, þannig að opnaðist þetta. Tómas fekk nóg pláss þarna á kantinum. Komið hann fyrir. Andri með skallan. Haraldi var þetta frábærlega en Andri náði hann aftur og skoraði. Ég ætlaði bara að segja að Framarar hefði getað sagt upp bara. Hefðu þeir ekki skorað á þessu færi. Og þvílík færi sem voru 1-0. 1-0 fyrir Fram. Vonum að þetta lífgjaði þessu upp á leikinn en Valsmenn voru að gera breytingar og strax kemur mark. Já. Veit ég hvort að það... Já. Andri Júlíusson á 23. mínútu seinni áleiks. Jú. Það gerir... Þannig að fá við smá hraða hérna núna. Smá líf, ha? Kölluðu ekki eftir því? Já, Valsmenn þurfa nú að koma eitthvað framar. Já, það er alveg ljóst. Takk að sénsa. Já, en það er erfitt fyrir þá. Einum færri. Það var náttúrulega ekkert sótt hér. Það verið að verja markið en nú er það farið út í gluggan og Framarar halda áfram. Þetta er auðvelt fyrir Harald. Já, Haraldur spila sér stutt bara Halldór og hann setur hann á Kristján. Já, réttum 20 mínútur eftir og svolítið fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast á næstu mínútum. Já. Valsmenn, hvernig þeir leysa úr þessu. Það er engast. Þeir takk ekki bara pínu sénsa. Já. Mér finnst Framararnir ekkert að vera að koma heldur mikið framar sko. Nei. Með fleiri leikmenn, þannig að gætu alveg tekið smá meiri séns. Framar geta anda léttar. En þeir eru samt bara 1-0 yfir. Það er fljótt að fara. Já, það er alveg rétt. Og Jónas hér með feikilega langt innkast og Kristján lendir í vandræði með þetta. Já, hann gerir samt vel. Já, nú kom hann hérna á um. Það er eins og Framandi gleymi í stundum að Jónas geti kastað svona. Já, ég var búinn að gleyma það sjálfur. Það var fyrsti leikurinn sem ég sé hann hér. Og verið ágætur. Já, hann er feikilega duglegur. Hann er ekki sakað hann leti. Það er alveg á hreinu. Já. Það er algjörlega ljóst. En Andri, markaskorari. Hann er hér með nægan tíma, Kristján. Mætur Almar Hafan. Almar hér. Og eitthvað hér. Engin pressa. Nei. Þannig líkur ekkert á núna. En það er ennþá nóg eftir. Slögsending. Já, mjög slögg. Andri Fannar. Já. Það er vel gert. Stefán Jóhann. Og nú kemur hann hér á siglingu. Og Orri Gunnarsson eldir hann. Það er aðstóð hann í Almari og... Það var ekkert á þetta. Nei, og Framar ekkert að það komið hér. Andri Júlíusson. Kristinn Ingi var hann í góður hlaupi og Haukur gaf hann eitthvað smá högg þarna. Hljóp utan í hann þarna, en Kristinn liggur eftir. Hann stoppaði hann bara. En Framar að sparka boltanum út af. Haukur lét hann finna fyrir því. Já, hljóp eitthvað utan í hann þarna, en Haukur sá mikið. Hann er nú ekki þekktur fyrir hann að láta finna fyrir. Nei, en sá ekki hversu alvarlegt þetta var. Nei, hann stoppaði hann bara. Ég held nú að við gefa hann eitthvað í magan hann. Já, en ekkert meður það að segja svo sem. Nei, áfram með leikinn. Þetta heldur bara áfram með það. Almar. Og þeir spila þetta ótrúlega hægt. Já, Valsmenn heldur ekkert að ná þeim boltanum. Nei, þetta liggur ekkert það. Ekki neitt.
Og þetta búið að vera skrítinleikur hér síðar á leik. Mjög skrítin. Kristinn Ingi, þetta á að eiga Framar að gera mikið meira. Næra hans, já. Hann er þessu og Davíð Guðmundsson hér með skot. Beinti Jónas Þór. Hvað var þarna? Það er Tór. Andri og mjög einmannalegt hjá Valsmönnum. Fram á við. Þarna kom eitt hlaup eins og ég er búinn að vera að hamra á hérna allan seinni hálfleikinn að þeir eiga að nýta vængina betur og ofar. Já, Valsmenn eiga ennþá 3 menn á bekknum. Já, Guðmundur Steinn Hafsteinsson á bekknum til dæmis og Þórir Guðjónsson. Og Fíti með Morína. Já. Þeir sitja þarna ennþá. Og spurning hvort þeir komið þessu Andri Júlíusson. Fítbolti. Kristinn Ingi. Kristinn Ingi. 2 framarinn í teiknum. Þetta er alvöru tækling. Kressileg tækling. Og Halldóri og Kristinn. Og hann er ósáttur með þetta. Það er Haukur Erlingsson, aðstofadómari sem dæmir þetta. Fór hressileg hana. Og auka spilna. Sem Framar að fá. Þitt mat á þessu? Já. Ég er bara... Það er ekki bara nóg að dæma eitthvað. Jú, það er alveg nóg. Held ég. Halldór lét sér vaða bara í þetta. Já. Og fullum krafti. Kannski... Og eitthvað í boltan hana. Já. Kannski náða manninu líka. Svona í leiðinni. Allavega dæmt á þetta. Andri Júlíusson tekur þessa spilnu. Og... Valsmenn hreinsa, beint á Daða Guðmunds. Já. Og Daði með vinstri. Fínn bolti á Daða. Ég verð að fjær og Kristinn Ingi skallar hann bara framjá. Já. Stefán Jóhann var að dekka hann þarna. Alls ekki einn. Kristinn. Valsmenn hafa 15 mínútur. Kannski eitthvað rúmlega til að jafna. En þeir eru alls ekkert líklegir til þess. Ekki eins og... Nei. Ég ætla að fara að segja það. En maður veit ekki. Það er bara ein mistök til að koma í mark. Það er alltaf vona með að það er bara 1 mark. Já, Valsmenn þurfa eitthvað að færa sig framar. Já. Það er komin tími á það svona fljótlega allavega. Andri Fannar. Stefán. Andri, nú reynir hann sendinguna. Kristján Hauksson. Ég sé þetta allt áður. Almar. Og þetta var athyglisvert þarna. Andri barátta. Það reyndi veggspil þarna við Kristinn Inga. Já, sem var 1 metra frá honum. Já, það eru skiptingar í höndum minna á báðum liðum. Já, Ívar Björnsson er á leiðin inn á fram og Þóri Guðjónsson á Val. Já. Nánar því eftir. Og býtum við. Nei, hann er ástæður. Já, Ívar Björnsson er að koma inn á fram. Leikmaður nummer 22. Það er Kristinn Ingi Halldórsson sem er að koma út af. Það er Kristinn Ingi sem að fyrir að velli. Já. Við veist eitthvað þjáður inn á Kristinn Ingi. Ívar Björnsson inn á hans stað. Já. Ívar búinn að basla við einhver meiðsli sem framan af vetri og er að koma sér í gang aftur. Já. Og styrkur við Framara. Jú. Hann aftur. Það er klárt. En Valsmenn er að gera 2-faldabreytingu hérna. Já, það er þá Þórir og Guðmundur. Steinn Hafsteinsson. Já, ekki veitir af. Kemur ekki óvart. Nei. Og þurfa að nýta hér sína varamenn. Sjálfsagt að gera það. Ég reikna nú með bara Kristján og Andri fann að fara út af. Báðir. Já. Og Valsmenn fá ferska lappir þarna inn á miðuna. Já, kemur allt saman í ljós hér. Skammastund, hér að Framarar áfram. Í rólegheitum, Daði. Já, þetta er flott. Hugmyndin allavega. Koma Valsmenn, Kristján. Já, vel gert. Góð tækling. Já. Virkilega vel unnið þarna hjá Andra. Sigurbjörn hirða sér boltan. Já. Jónas. Andri Fannar. Mér sýnist nú Andri Fannar vera frekar þreyttur. Já, hér er Stefán og
Hann hefur enga möguleika nema að senda hann á Sigurbjörn. Hann reynir þá líklega að skipta þessu aftur yfir, já. Og þarna Já, vel gert hjá þeim. Kristján. Applaus fyrir Kristján. Og Kristján tilbaka. Já, þarna hefði nú getað reynt að leita inn í box. Já. Þeir eru komnir aðeins framar. Já, er að gera það. Hér er Halldór. Yfir á Jónas. Fannar. Ég veit að Stefán fá ekki bolta núna. Jú. Sigurbjörn. Settur hann á hörð og Andri Fannar. Og Kristján Hauksson. Þetta var ágæti sókn hjá var og þurfti að reyna að gera meira af þessu. Fá framarinn á sinni eigin vallarhelmingu. Þar eru þeirra möguleikar. Já. 12 mínútur enn eftir. Almar með svæði hérna. Settur hann fyrir og Haukur. Já, það var Andri en Jón Gunnar. Já, Daði Guðmundsson er þessum. Já. Það er klart. Og þeir bíða hér á til að komast inn á Þórir og Guðmundur. Boltinn ekkert mikið úr leikirna. Nei. Guðmundur fær að vera með þetta. Hann er svíper í dag. Gaman fyrir hann að fá að senda á Almar. Með í uppspilinu. Það er dílerinn hann aftast. Já. Þetta er ansi rólegt hérna og þessi leikur þróast svona. Já, það er allavega ekki að spá þessu fyrir leik. Undarleg þróun hérna. Þríleikmenn með rautt spjald. Tekur sinn tól. Seinni hálfleikur verið svona. Alveg á hreinu. Leikurinn byrjaði nefnilega helviti vel. Hart í stál í stál. Já, það var allt. Það var alltaf að vera vitlaust inn í fyrra. Tempóið verið svolítið hægt hér. Framarar sem að náða að skora. Hef líðið vel með það. Hér missaði þó boltan. Geta Valsmenn gert eitthvað? Nei, þetta er á langt. Það var erfitt, þetta verður að koma meira til hliðan ef þetta á að vera. Erfitt að senda eitthvað svona beint í gegn. Almar. Andri. Tómas. Þetta er engin ástæða. Nei. Ekki með þessi og langur líka. Þeir komast ekkert inn á hérna. Guðmundur og Þórir. Nei. Býðu eitthvað fram í næsta leik kannski. Þeir standa bara hérna og klóra sér hausnum á leðlínu. Já. Sigurbjörn. Hörður. Boltinn hér út af það eitthvað, það komast þeir inn á. Æja, það er skipting bara. Já, 2. Og þá er það nýtt tækifæri og splæst í tvöfaldar. Fyrst boltinn fór úr leik. Það er að sjá hverju fara út af. Það er Andri Fannar Stefánsson. Já, og Kristján. Eins og spáðir. Já. Það var eiginlega svona gefið. Já. Það var ekki mikið annað í stöðinni. Ekki fyrir að taka á varnarlínu. Það er þá Þóri Guðjónsson og Guðmundur Steinn Hafsteinsson sem kom inn á. Já, Guðmundur Steinn nr. 17 og Þórir nr. 27. Eins og eflaust allir vita. Ekki alveg allir. Nei, við getum að taka það fram. Vita það núna og Valsmenn geta haldið áfram. Já. Kemur hér en langt ingast. Jónas Næs. Já. Það er ekkert að þessu. Og Ívar Björnsson. Halldór Kristinn. Sér nú á Ívar, hann er ekki sínu allra besta formi. Nei. Með mínútum kemst við í það kannski. Já, og Jónas með fína tæklingu þarna. Sigurbjörn. Vel gert. Og Þórir. Þórir verður að koma með hann út núna. Nei, vel gert að Þóri. Hann er bara komin í gegn. Þórir. Við aukaspyrna, það var haldið í hann þarna. Hvar er aukaspyrnan? Já, þarna. Mér finnst þetta mjög athyglisvert að dæma aukaspyrna þarna. Svolítið langt síðan. Fekk að halda áfram, en... Já, en það er spurning hvort Valsmenn nýta sig ekki bara þetta. Já, komið með boltan inn í teigu og... Haukur, hann fer nú örglinn í Sigurbjörn að taka þetta. Haukur og Halldór Kristinn trýtlinn í. Þetta er þeirra möguleiki.
Já, Þórir kom með smá líf hérna. Fljótur að steinfla sinn. Sigurbjörn. Með bolta. Það er Ögmundur verið glæsilega þarna. Guðmundur Steinn Hafsteinsson varamennir hér heldur betur að steinfla sinn. Frábær markvarsla Þórir hérna kreikt í aukaspyrnuna og Guðmundur með góðan skalla en virkilega vel varið hjá Ögmundi. Frábær markvarsla. Varamennir að koma með lífi í þetta fyrir Val. Já. Og það er nauðsynlegt. Það þurfa því að halda ekki. Sigurbjörn farin að færa brúsastanda þarna. Þá getur hann tekið þetta og Guðmundur aftur en missir að þessu, hann brýtur af sér hérna. Já, ég held þetta hafi verið hárrétt. Já, og ítti þarna bakið á 2. júlí þessum leik. Ögmundur búinn að verja vel í þessum leik. Já, þarna hélt hann sínum mönnum á floti, má segja það núna. Já. Kannski ekki alveg á floti. Eitt færi. Nei. En vel varið, hann var á tánum. Hann klárir þetta og hér er hann með spyrnuna. Og hér er svæði fyrir Andra Júlíusson. Tómas Leifsson með honum. Hann hlýtur að senda á hann. Tómas hlýtur að fá hann. En sendingin er bara slug. Já. Hann senda hann fram fyrir manni. Það verður eitthvað lítið úr þessu. En Framar þá hér áfram. Þessu kemur líklega hér á Almar, já. Og Almar sem ekki marga möguleika nema að fara hann yfir. Já. Framarnir skynsamir í seinni hálfleik. Nei, þeim leikur ekkert á. En það er spurning hvort að þeir þyrftu ekki að fara að klára leikinn með öðru marki. Því Valsmenn er alltaf möguleika að þau fá aukaspyrnu og hornspyrnu og jafna. Það er svolítið súrt að missa þetta niður, svoleiðis. Fyrir Framara. Hlynur. Ögmundur. Þessi er í áttina af Ívari Björnsinni og... Já, hann er aðleitt þarna. Já, tekur hann niður en missir hann. Halldór Kristinn. Daði. Andri Júlíusson. Já, gerir þetta vel. Já, vel gert til Andra. Þetta hlýtur þá að vera spjald. Já. Eða hvað, nei. Bara hætt. Það hefur verið spjaldað fyrir minna hér í dag. Það er ljóst. Hættur að spjalda. Það er gott hjá honum. Já, ég hefndi ekkert nauðsynlegt að fá spjald þarna. Já, en hefði nú hæglega getað spjaldað. Já. Það var að komast þarna virkilega góða stuðu. Það var náttúrulega bara gult spjald. Já. Það var ekkert annað. Og það var það Andri og harda hendi á Sigurbjörn. Já, ég held það. Andri er alveg trilltur. Sigurbjörn var ansi hátt með hendina þarna. Já, en Sigur Hjörtur hins vegar lætur sér fátum finnast. Já. Og Ívar. Það er vist hann sem ræður. Já, Almar. Og fer á Þóri hérna. Og hjálpa vörnin og þessi sending er aftur fyrir. Já, hann var 1 gegn 2 þarna. Já, og Valsmenn. Og Andri enn að kvarta hér yfir þessu áðan. Þýðir lítið. Já, þýðir lítið. Hann er ekkert að fara að breyta þessu núna. Nei. Hann hlýtur að vita það maðurinn. Jú. Og það kemur smá líf með þessu. Já, það er ekki nema tæplega svona 4 mínútur. Andri enn að leiktíma. Já, Andri bara að hætta því. Já. Þessi út af Jónas. Haraldur. Almar. Framarnir skynsamir. Tími vinnur með þeim. Algjörlega. Daði. Ívar sterkur í þessu stöðu, gerir vel. Og er á lengi hérna og góð tækling. Góð tækling. Já, og Ívar. Hér er alltaf sjónarpúr. Ívar Björnsson. Kjössalega gengur á göflunum hérna. Og Halldór Kristinn sömulegis. Og fyrst að ragða. Það gerir Sigurhjörtur núna. Fyrst að ragða báða út af áðan þá hljóta menn að fjúka hér. Þetta verður athyglisvert. Ívar Björnsson algjörlega stjórnlaus hérna. Og Halldór Kristinn var nú miklu vandgangi líka.
Þeir felldu næstu Sigurhjörn sem ætlaði að taka sprett hérna. Sigurhjörn var að stöðva þarna og ekki öðvitsveri hlutverki hér að dæma þennan leik. Ólinjalli komin hérna út af miðjum völlinu. Þetta er fróðlegt að sjá niðurstöðu. Fáum við fleiri rauðspjöld. Sigurhjartar hér. Ég hugsa að það er nú bara gaman. Já, það hlýtur að vera fyrst hann var að reka minn út af hér áðan. Fyrir minna, það er á hreinu. Hér eru varamannabekkir beggja liða sem standa með fram liðalínunni hérna. Þetta er gaman að sjá. Það er alltaf verið að brjála þetta í konunum. Og hann fer í rassvasan, það er rautt! Halldór Kristinn og Ívar Björnsson, 5. rauðaspjaldi. Þetta er 5. rauðaspjaldi. Þetta er sögulegu leikur. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Halldór Kristinn er farin út af fyrir Val og Ívar Björnsson nýkominn inn á. Já, ég held að annar varamaðurinn hérna. Það sé lítil spurning um þetta. Svona geta menn ekki hefða sér. Góðan daginn, það er verið 9 á móti 8 hérna. Já. Þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg ótrúlegt og Haukur Erlingsson hefur eitthvað að segja. Það er eitthvað hér meira í gangi eða hvað? Kannski ætlar að segja því hérna. Haukur að vippa einum út af við viðbót. Þetta nú við. Og þá er það Freyr Alexandersson er rekinn upp í stúku. Var 7. rauðaspjaldið hérna. 6 rauðspjöld og Freyr lætur ekki segjast. Og það 4. á Val. 4 rauðspjöld á Val. 2 á Fram. Já. Freyr hér allt annað en ánæður og Kristján Guðmundsson heldur áfram. Spurning hvort að leikur geti hér aldrei áfram. Þetta er ansi fróðlegur leikur hér. Þetta er ótrúlegt. Og Nóa segði hérna hvað spjöld varðar og spurning hvernig stemmingi verður hér eftir leik. Það voru Valsmenn 8 gegn 9 framvörum. Nú Gunnar. Og hann er að dæma hér. Aukaspyrnu. Þetta er ótrúlegt. Já. Ég segi ekki meira. Ekki nokkur maður geta spáð fyrir þetta. 5 rauðspjöld. Af hverju er leikur ekki? Af hverju ekki meira eftir? Og úrslitin hér. Það hefði úrslitin geta ráðist kannski á að annar liði fengi 5. spjaldið bara. Já, það eru komin 6 rauð hérna við teljum. Já, þjálfaraspjaldið með. Já, Freyr Alexandersson, aðstofþjálfari Vals hér. Sendur upp í stúku. Eftir þessi læti. En annað slagsmálaspjaldi á bæði lið. Já, það eru 4 hérna. Svo eru reknir út af samtímis. En aftur á leiknum. Og Valsmenn hér 8. Fámennt hér, þetta er að vera svo 7 manna bolti. Já, spurningu þetta er ekki að færi þetta bara yfir á. Taka litlumörkin inn á og minka völlin eitthvað. En tíminn er nú svo sem að renna hér út fljótlega. Já, hann hlýtur nú samt að bæta ykkur við. Já, hann hlýtur að vera. Þetta er búið að vera ansið rólegt samt. Það er mikið að skiptingum og eitthvað hans spjöld. Mikil hasar hérna. 5 rauðspjöld og menn eru byrjað að hrista hausinn bara hérna. Já, nóg að tala um hér. Nú aðtökum að tala um hér í þessum leik. En aðeins 1 mark og það skoraði Andri Júlíusson á 68. mínútu. Já. Og það er það sem skilur liðin hér að. Jú. Það er víst að eina sem telur. Það verður að öllum líkindum eina mark leiksins en sjáum það til hér. Stefán, Sigurbjörn. Haukur eru að koma sér fram. Já, nú verða bara Valsmenn að koma fram. Já, Guðmundur. Slög sending, þetta var svakalegur staður til að missa. Andri, hvað hann var að gera þarna. Hörður Sveinsson komið þannig tilbaka til að vinna bolta. Andri kærulaus. Og spil tilbaka á Þóri. Og Haukur. Sigurbjörn. Já. Sigurbjörn. Almar. Vinnuboltan Þórir, en slög móttaka hjá Þórir. Framar getur gert eitthvað hérna. Guðni nær þessu Almar. Finna fyrir sér. Nei, Haukur flaggar en Sigurhjörtur ætlar ekki að dæma þetta. Og það ekki minka lætin við þetta.
Haukur heldur var það út af bítinu við. Hann tekur boltan. Hann var ekki farin út af. Nei. Einhver hann á bekknum hjá framvörum sem tók boltan áður að fór út af. Haukur Páll. Sigurbjörn var Þorvaldur. Sigurbjörn Hreiðarsson Kristján Guðmundsson lappa á milli. Þetta alltaf verða vitlaust. Það að sjóða hérna upp. Gjörsamlega. Þetta ótrúlegt. Haukur Herlingsson flaggaði á þetta atvik. Sigurhjörtur virtist hafa séð það og ætlaði ekkert að taka mark á því. Og sýndist Haukur ná þarna knettinum. Já, mér sýndist það líka. Og en Haukur Erlingsson hélt upp í flagginu. Já, Sigurhjörtur hunsaði það. Ætlar hann ekki að fylgja þið eftir? Nei, þetta fróðlegt að sjá. Og Sigurbjörn og Þorvaldur hér í ansi harkalegum samræðum hérna og það nóg myndefni hérna fyrir ljósmyndarana og það verður til upptaka af þessum leik og þetta verður svona klassíska leiki. Getum við ekki bætt bara hálftíma við? Og það verður að sína þennan leik aftur einhvern tíma. Það er bara þannig. Það er nóg að tala um hér og það verður að huga hér að Almari Ormansinni sem að lendi hérna í Hauk Pál og býtur nú við. Sigurhjörtur að gera sig að fara í rassvasan. Það að vera ansið duglegur þar. Já, hann er að fara að tala við Þorvald Örlygsson. Þorvaldur hefur eitthvað að mynda að segja. Sigur, býtur nú við. Já, ég held að þetta sé hárrétt. Það er einhver sá sem að tók boltan hérna. Já, hann sparkaði boltanum áður en boltinn var farin út af. Það er eftir málið, hann sparkaði boltanum áður en boltinn fór út af. Ég veit ekki hver þessi ágæti maður er. Er þetta ekki aðstoðarþjálfarinn hjá Þorvaldi? Jú. Ég veit ekki hvað hann heitir. Nei, erum ekki með það en... Nei, en hann er rekinn út af. Hann er upp í stúku. Það sé alveg rétt því að hann hafði enga heimild til að taka knöttir hérna áður en hann fór út af. Það þýðir 7. rauða spjaldið. 7 rauð spjöld. Báðir aðstoðarþjálfarnir farin út af og 5 leikmenn. Já. Við erum kannski að fá það. Það skiptir ekki öllu hver þessi ákveðni maður er. Náttúrulega framari. Þetta er aðeins sagan hér. Ég segi bætum bara hálftíma við og spilum lengur. Það er alltaf að sjóða hérna upp úr. Þetta er fyrst að fara að vera gaman núna. Og spurning hvað er mikið eftir af þessum leik. Haukur Páll Sigurðsson. Það 1-1 Sigurhjörtur. Já, Guðmundur Steinn. Og Þórir Guðmundsson fáið í öfnunarmarkina. Það er því dramatískt. Þetta er út af og hver er þetta? Framarar? Framarar eiga það. Já. Það standa allir hér í kofanum. Já. Leikmenn Leiknis og Fjölnis hérna spenntir að fylgjast með. Þeir eru að fara að spila hér. Já, fyrir fótbolta fyrsta einstaklinga. Þá er sá leikur að byrja á að gera að renna upp í höll ef menn hafa áhuga því. En Sigurhjörtur flautar til leiksloka. Framarar vinna hér í ótrúlegum leik. Og hvernig... Þetta er ótrúlega leikur. Já, það er mjög erfitt að lýsa því sem hér gerist. 7 rauðspjöld. 5 rauðspjöld á leikmenn, 2 á starfsmenn hér fyrir utan starfsliðið. Báðir aðstoðarþjálfarnir reknir út af. Já, og hér þakka menn þó fyrir leikin og það er spurning hvernig þetta endar allt saman og vonum nú að menn haldi ró sinni hér. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Og verður ekki meiri læti hérna. Nei, menn skilja sáttir. Takast á. Þorvaldur hér. Bíðin og rólegur og... Já. Hann vann leikinn og... Já, þeir fá 3 stigin og það er það sem hann ætti að vera sáttur með það. Við mögum ekki gleyma hér 1-0 fyrir Frammeru lyktir leiksins. Það er Andri Júlíusson með einamarkið á 68. mínútu. Já, það er 1 telur og Sigurbjörn og Þorvaldur hér að spjalla saman. Já. Við viljum minna á leikinn á morgun. Keflavík KR sem við erum með í beinni hér. Klukkan 4. Ekki missa af því. Sjálfsögðu í beinni hér á Sport TV. Já, og hér eru aðalmennirnir í kvöld. Já. Dómararnir að lappa út af. Það verður nóg að tala hjá þeim. Inn í klefa. Þetta er ótrúlega leikur og... Já, og við bara þakka fyrir okkur í kvöld. Aldrei. Við þakka fyrir okkur, Valur Ingi og Kristján Gylfi. Já, það var nóg að segja þið hér og segjum þetta gott í bili. Yes. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.
Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ískápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. It's a nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinir Unknown. I was in a coma. Martin Harris doesn't exist. It's not safe for you. Why didn't you run? Liam Neeson